fundargerð borgarráðs frá 24. september og fundargerð borgarráðs frá 1. október. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir tekur til máls. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég tek hérna til máls undir fundargerðum borgarráðs frá 17. september 2015 og þar í fyrsta lið, og það er það sem mér langar að vekja athygli þeirra borgarfulltrúa sem ekki sitja í borgarráði. En þennan dag fór fram kynningastöðu aðgerðaráætlunar Reykjavíkurborgar fyrir árið 2015 varðandi kynbundin launamun. Og þar fengum við mjög góða kynningu inn í borgarráði og voru samþykktar bókanir bæði þar sem allt borgarráð tók undir og einnig sér bókun frá okkur í Framsókn og flugvallavinnu. Ég ætla að gera hérna grein fyrir það sem ég kannski veit ekki hvort allir hafi lesið þarna fundargerðina, en með leyfi forseta að þá bókun alls borgarráðsins þannig að greining á kynbundnu launamun hjá Reykjavíkurborg milli áranna 2013 og 2014 leiðir í ljós að breytingar hafa mestu verið jákvæðar. Líklegt má telja endurskoðun starfsmats og aðra aðgerðir sem gripið hefur verið til á undanförnu ári muni draga enn frekar úr óútskýrðum launamun kynjanna hjá borginni. Borgarráð fagnar þeim árangri sem náðst hefur og einsetur sér að grípa til frekar aðgerða til þess að leiðrétta þann mun sem enn mælist. Borgarráð áréttar að kynbundinn launamunur einn af mörgum birtingarmyndum kynbundins misrétti í samfélaginu og nauðsynlegt að bregðast við á öllum sviðum eigi árangur að nást. Undir þetta tóku allir borgarráðsmenn, en í ljósi þessa að þá langar mig að ítreka tillögu sem að Framsókn og flugvallavinnu lögðu fram í borgarstjórn 17. mars 2015 sem var svohljóðandi. Í tilefni þess að í ár með leyfi borgarforseta Í tilefni þess að í ár fagnað 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna á Íslandi samþykkir borgarstjórn að gerð verði jafnlaunaúttekt hjá Reykjavíkurborg sem staðfest með jafnlaunavottun á afmælisárinu. Tilvitnun lýkur. Þannig að ég ítreka það að þetta verði tekið fyrir, þessi var vísað til borgarráðs, þetta búið að vera núna meira en hálft ár að velkjast inni á 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna og ég held að sé bara mjög mikilvægt að Reykjavíkurborg taki af skarið í þessu máli. Og sérstaklega þar sem að það hefur verið bent á eftir að staðan aðgerðaáætlunar var kynnt að það ætti að vera auðvelt fyrir borgina að fá þessa jafnlaunaúttekt. Þannig að þetta á ekki að vera mikill kostnaður þessi samfara en þetta kannski eitt af þeim verðlaunum sem við getum veitt. Síðan ætla ég að taka til máls undir fundargerð borgarráðs frá 1. október. Og þá var það liður 14 þar og vekja athygli á bókun okkar hjá Framsókn og flugvallavinnu varðandi tónlistarhátíðina Secret Solstice. Ég vil bara það komi hérna skýrt fram að við sem að erum kosin til þess að sinna hagsmunagæslu til að sinna málefni fyrir borgina að við verðum að vanda okkur þegar við erum að veita leyfi til svona langs tíma eins og í þessu tilviki. Það ekki hægt að horfa fram hjá því að Hverfisrað Laugardals bókaði hjá sér árið 2014, þar að segja bara í fyrra, að þeir mæltu bara með því að þessi hátíð hún fengi bara rekstrarleyfi til 1 árs í senn. Þannig að meiri hlutin virðist ekki vera að fara eftir því sem að Hverfisráð hefur lagt upp með en var samt sem áður innlegg í allri vinnunni okkar 2014. Síðan ætla ég að taka til máls undir lið 23 í fundargerð borgarráðs sem út frá fyrirspurn sem við fengum sem Framsókn og flugvallavinnu lögðu fram í
í borgarráði þar sem við óskuðum eftir upplýsingum sem grunnlaun hjá starfsmönnum Reykjavíkurborgar. Og því miður að þá kom það í ljós að það eru alls 1006 starfsmenn borgarinnar sem eru undir 300.000 kr. lágmarksviðmiðum. Og það er alveg ljóst að það er á brattan að sækja í fjárhagsáætlun hjá okkur sem framundan og rekstur borgarinnar er ekki í góðum málum. Það er að segja, útgjöldin eru miklu mun hærri heldur en tekjurnar og meirihlutinn hefur ítrekað sagt að þarna vegi kjarasamninga þungt. Við eigum eftir að sjá með við þessar tölur enn meiri þunga í þessum tölum, það er að segja í launatölum borgarinnar, sem að við verðum að taka til okkar og bregðast við með einhverjum hætti. En af þessum 1006 störfum eru konur 685 og ég bara vek athygli á því að þetta er náttúrulega viðvarandi áhyggjuefni hversu kvennastörfin eru ætíð minna metin fjárhagslega. En þær áhyggjur mínar þó ekki bundnar við Reykjavík eingöngu. Þá langaði mig að taka til máls undir 31. lið borgarráðs í sömu fundargerð, þar sem að staðan eftir að lögð var fram með fyrirspurn hjá borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallavinnu skóla- og frístundaráði í ágúst á þessu ári, þar sem var óskað eftir upplýsingum stöðu á biðlistum og hversu mörg leikskólapláss væru laus í Reykjavík, að þá kom fram svar og það er nú miður fyrirgefðu borgarfulltrúi Skúli Helgason, ég hef bara ekkert séð þig hérna í dag, en það er gott að hann sé nefnilega hérna, vegna þess að það kemur fram, hann er bara ekkert búinn að koma í pottu, hvað er þetta? Samkvæmt svarinu sem barst frá skóla- og frístundasviði við þessari fyrirspurn, þá kemur fram að það sé 60 laus pláss á leikskólum Reykjavíkurborgar, en að það sé ekki til fjármagn til að taka inn þennan hóp leikskólabarna á þessu ári. Og í svarinu að þá kemur fram að kostnaður við að taka inn 60 börn sem að fædd eru þannig í mars 2014 er þeim 42 milljónir króna á ársgrundvelli. Ég trúi því ég sé að fara hérna með réttar tölur. En 55 milljónir ef öll börnin 18 sem fædd eru í mars 2014 væri á biðlista að vera tekin inn. Því það hefur bætt væri við 18 plássum umfram þessi 60 sem eru laus. Nú, ég vil vekja athygli á þessari stöðu vegna þess að mér finnst vera mjög slæmt þegar Reykjavíkurborg er með vannýttar fjárfestingar. Við erum með vannýttar, hvort sem það eru skólar eða leikskólar eða hjólastígar eða göngugötur eða strætóar, við erum með vannýttar fjárfestingar. Og í þessu tilviki sem að hér ræðir að þá virðist vera að við séum ekki að geta notfært okkur þau pláss sem eru laus. En aftur á móti að þá var samþykkt í fjárhagsáætluninni fyrra þar sem lagðar voru 100 milljónir til þess að lækka námsgjöldin í grunnskólanum. Og ég tel að þessi aðferðafræði sé mjög varasöm vegna þess að þessi lækkun á námsgjöldum var ekki nema litlu leyti að skila sér í vasa þessa einstaklinga sem eru með börn á leikskólum. Við erum nú þegar að reka hérna í Reykjavík leikskólaþjónustu sem eru með því lægsta á landinu hvað foreldrar borga í dagvistun fyrir börnin sín. En við sitjum uppi með það að þeir sem eignuðust börn sem eru vinir hinna sem eru á leikskólanum líka, geta ekki komið börnunum sínum að. Niðurstaðan var sú að ég held að það hafi verið 800 kr. heildarlækkun á reikningi fyrir 8 tíma vistun. Við sitjum upp með það, við höfum boðið þessu fólki, það var staðið við það í samstarfssáttmála borgarinnar, eða meirihlutans. En á móti koma 60 pláss sem eru ónýtt og mér finnst þetta mjög slæm stjórnun. Og þess vegna setjum við fram tillögu það að það verði ekki veittir fjármunir í þetta á næsta ári, heldur munum við einbeita okkur að því að nýta fjárfestinguna sem eru til staðar. Hvað myndi fólk segja ef við værum með vannýtt pláss í frístundum, í frístundarheimilum eftir skóla hjá 6, 7, 8 og 9 ára krökkum?
Það myndi heyrast eitthvað, en það var ekki neitt kosningalofurð. Þá ég búin að taka til máls undir þessu 3 liðum, búin að boða bókun til hennar, til ritara og þakka fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og góðu fréttirnar eru þær að borgarfulltrúi Skúli Helgason í salnum og hann hefur óskað eftir því að taka til máls eða veita andsvar. Svarar ekki, en þá borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Óskaðir þú eftir því að veita andsvar? Já, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúa Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur fyrir hennar innlegg hér og að minna okkur á ágæta tillögu Framsóknar og flugvallavinna varðandi leikskólamálum. Það ekki þurfa að hafa mörg orð hana en hún er tekin til meðferðar og við höfum svo sem rætt það í okkar ranni að leita allra leiða til þess að fjölga leikskólaplásunum. Við erum nýlega búin að fá niðurstöðu frá starfshópi sem var að rýna hvernig við getum brúa þetta bil sem er á milli fæðingarorlofs og leikskóla í borginni og það eru niðurstöður sem við erum að rýna enn frekar. En ég get sagt bara að við munum bæði skoða þessi mál, hvernig við getum nýtt betur. Það eru fjárfestingar sem eru í borginni núna. Það er rétt að það eru ákveðin pláss sem væri hægt að fylla í fermetrum talið á leikskólum borgarinnar og við viljum gjarnan leita leiða til þess að koma til móts við þá foreldra sem þar eiga í hlut og þau börn og það er að því unni núna í fjárhagsáætlunarvinnu fyrir næsta ár. Það borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við það að veita andsvar. Það andsvarinn lokið og það borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð mér sömuleiðis hljóðs undir fyrsta tölulið fundargerðar borgarráðs frá 17. september og langar til að þakka borgarfulltrúa Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur fyrir að breyta upp á þessu umræðuefni hér og raunar væri rétt að við myndum taka kynbundin launamun til umræðu hér í borgarstjórn bara helst á næsta fundi eða þar næsta þar sem við ræðum þær niðurstöður sem við höfum fengið nú þegar og þá aðgerðaráætlun sem er í gildi. Mig langaði aðeins til þess að svara þessu með jafnlaunavottunina sem að borgarfulltrúi Framsóknarflokksins hefur réttilega lagt til. En það verkefni er hluti af aðgerðaráætlun borgarinnar að innleiða þessa jafnlaunavottun. Það hefur aftur á móti að mati bara þeirra fagfólksins sem vinnur að innleiðingu þessarar áætlunar. Það hefur talið brýnna að fara í önnur verkefni á undan. Þetta er samt á áætlun og var gerð grein fyrir því í borgarráði að þetta hefði kannski beðið aðeins á kostnað annarra aðgerða. Engu að síður hefur heilmikið áunnist. Og mér finnst mjög mikilvægt þegar við tölum kynbundinn launamun að við bæði séum stolt af þeim ávinningi sem hefur náðst. Við höfum náð óútskýrðum kynbundnum launamunin niður í 2,5 til 3,5% eftir því hvernig við mælum það. En á sama tíma verðum við að horfast í augu við vandann og ekki bara það að eftir eru 2 eða 3,5% af óútskýrðum launamun, heldur að það eru 8 til 9% launamunur, heildarlaunamunur á kynjunum hjá Reykjavíkurborg og það er alvarlegt. Reykjavíkurborg er ekki bara hefðbundinn atvinnurekandi, heldur erum við líka stjórnvald og við erum líka veitandi þjónustu, þannig að við getum haft áhrif á stöðu, aðstæður og tækifæri kynjana með svo fjölbreyttum hætti. Við eigum að sjálfsögðu að miða að því að greiða sömu laun fyrir sömu vinnu og það verður, þeim frasa eða því markmiði verður ekki náð fyrr en að heildarlaunamunur verður núllaður út. Það er ekki nóg að við náum bara óútskýrðum launamunin niður, við þurfum að ná heildarlaunamuninum niður og það gerum við með því að tryggja, eða með því að stuðla að jafnari aðkomu beggja kynja eða allra kynja að heimilishaldi og þannig stuðla að tækifærum kynjana til þess að vinna yfirvinnu eða jafnvel stytta vinnuvikuna þannig að fólk þurfi ekki að vera að vinna yfirvinnu. Það að fólk hafi sömu tækifæri til þess að ná sömu stöðum og að við komum í veg fyrir að vinnumarkaðurinn sé eins kynskiptur og hann er, þetta hefur allt áhrif á
á kynbundin launamun. Það ennþá þannig að við erum að greiða mun lægri laun fyrir hinn hefðbundnu kvennastörf, störfin sem að voru ólaunuð inni á heimilunum fyrir ekkert svo löngu síðan. Samfélagið hefur ekki ennþá vanist því að það er að greiða mannsæmandi laun fyrir þessa vinnu, þó svo farið sé að greiða fyrir hana í dag. Við verðum að halda áfram að auka veg og virðingu þessara starfa og á endanum komast á að því markmiði að kvennastörf og karlastörf séu jafn metin í samfélaginu og að reyna að koma í veg fyrir að það séu einhver hefðbundin karlastörf og kvennastörf og það getum við gert meðal annars í gegnum skólakerfið og með fjölbreyttum aðgerðum til þess að sporna gegn staðalmyndum kynjanna og áhrifum þeirra. Þar þurfum við líka að taka inn í áhrif klámvæðingar, áhrif kynbundins ofbeldis sem að tvímælalaust hafa áhrif á tækifæri kynjanna til þess að láta til sín taka í samfélaginu og afla tekna. Þannig að það það að tala kynbundin launamun út af fyrir sig má aldrei gera öðru sinni að við lítum á samfélagið í heild sinni og kynjakerfið eða feðraveldið sem að rótin að þeim mismuni sem að meðal annars mælist í kynbundin launamun. Að þessu sögðu vil ég segja, ég ítreka það sem að ég hef nokkrum sinnum sagt hér í þessari pontu, ég Guðs lifandi fegin að það mælist kynbundin launamunur í samfélaginu. Hann skýrasta merkið, hann skýrasta mælingin á misréttinu sem að kallar og konur horfast í augu við á hverjum einasta degi. Ef að við hefðum ekki kynbundin launamun, væri erfiðara að benda á öll þau óáþreifanlegu dæmi sem að þó eru til staðar og mismun á körlum og konum. Þannig að ég held að við eigum að líta á þetta sem mikilvægt mælitæki á það hvernig okkur vegnar almennt í samfélaginu að stuðla að jafnari tækifærum og jafnari aðstöðum karla og kvenna, stelpna og stráka, gamalla kvenna og gamalla karla og bara fólks almennt í samfélaginu. Ef við viljum útrýma kynbundin launamun þá verðum við að útrýma kynjamisrétti í heild sinni og við verðum að gera það sem stjórnvald, sem atvinnurekandi, sem veitandi þjónustu og sem samstarfsaðili eins og mannréttindastefnan kveður á Það var borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir loki máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil taka undir ýmislegt af því sem tveir ræðumenn sögðu hér á undan mér, bæði Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi og Sólveig Tómasdóttir borgarfulltrúi. Annars datt mér nú bara gat ég gert það þegar var farið að tala þegar forsetinn fór að tala klámvæðingu, þá gat ég gæna að hugsa að eitt mötuneyti borgarinnar, það var klámvætt. Við misjafna fögnuð borgarstarfsmanna og ég vissi ekki en svo klámvæðing hefði verið í fullu umboði forseta borgarstjórnar. En þetta var nú svona út úr dúr og það sem mig langar til að tala hér snertir 35. lið í fundargerð borgarráðs frá 1. október. En þar taka borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins upp mál sem snertir tölvupóstsendingar borgarstjóra á hinn ýmsu netföng í borginni, sérstaklega netföng borgarstarfsmanna. Að vissu leyti spurning hvort að þetta sé persónlegur tölvupóstur frá Degi B. Eggertsinni, að því ég sé ekki betur en þetta komi frá persónlegu tölvupóstnetfangi hans, en það er alveg ljóst að þetta sent með einhverjum hætti frá borgarstjóra. Það verður kannski bara gaman að fá því svarað hjá borgarstjóra hvort að hann sé að senda þetta sem borgarstjóri eða hvort að hann sé að senda þetta sem einstaklingurinn og borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson. En ég held að það sé ekki annað hægt en að gera hér og eins og hefur verið gert víðar alvarlega athugasemd við það með hvaða hætti hann sendir út þennan tölvupóst. Og það er að sjálfsögðu ljóst að það gera sér allir grein fyrir því að borgarstjóri þarf að standa fyrir margvíslegri upplýsingagjöf í sínu starfi, en slík upplýsingagjöf hún mjög vandmeðfarin. Og sérstaklega þegar þetta ekki lengur upplýsingagjöf, heldur rauninni pólitíski pistlar og áróður, árásir jafnvel á samstarfsmenn í borgarstjórn,
árásir á ríkisstjórnina og jafnvel fólk út í bæ, árásir á atvinnurekendur út í bæ, að það verður með engum móti séð að það samræmist hlutverki borgarstjóra borgarstjóra embættisins að senda frá sér slíka pólitíska pistla. Að sjálfsögðu getur pólitíkur sinn Dagur Bjarghérsson sagt allt þetta og á auðvitað segja hug sinn, en það færi þá betur á því að hann gerði það bara á þeim fjölmiðla vettvangi sem hann og allir borgarfulltrúar hafa með einhverjum hætti aðgang að. Nú þetta er gert með þeim hætti eftir sem mér skilst, þá skilst mér og það verður gott að fá svar við því, mér skilst að borgarstjóri sendi þessa pistla sína, eða Dagur Bjarghérsson sendi þessa pistla sína á alla borgarstarfsmenn sem eru sennilega 9.000 talsins. Nú þetta er líka sent á borgarbúa og mér er kunnugt það að á fundum borgarstjóra með borgarbúum þá er slíkum netföngum kerfisbundið safnað. Borgarstjórinn, hann auðvitað fer í umboði borgarstjórnar sem pólitíkus á marga fundi í borginni, marga fjölsóttafundi, og ég hef verið á slíkum fundum þar sem blað hefur verið látið ganga salinn og það stendur á þessu blaði eitthvað slíkt: já takk, ég óska eftir að fá upplýsingar frá borgarstjóra. Og á þessum fundum oft að fjalla málefni eins hverfis eða ákveðinna hagsmuna og auðvitað bara skrifar fólk undir svona, það býst að fá einhverjar upplýsingar frá borgarstjórunum í Reykjavík, og þetta faglegar upplýsingar það sem er að gerast í viðkomandi hverfi eða eitthvað slíkt. En fær síðan senda vikulega pistla sem eru í grunninn mjög pólitískir og jafnvel bara það sem er ráðist á pólitíska andstæðinga. Og það er ekki að geta meira það að þarna vera að ráðast á pólitíska andstæðinga á þeim vettvangi þar sem þeir geta með engum móti eða fá ekki tækifæri til að svara fyrir sig. Að vísu sko þá hygg ég að við borgarfulltrúar höfum nú aðgang að tölvupóstur í borgarinnar. Ég held að ég hafi aðgang að því og gæti þess vegna ef ég vildi senda öllum borgarstarfsmönnum tölvupóst. Ég held að ég hafi með einhverjum hætti aðgang að því en manni hefur ekki dottið í hug að nota þá, alltaf síst í því skyni að fara að taka upp einhverja pólitíska umræðu á þeim vettvangi. Og það er kannski gaman að fá bara sjónarmið borgarstjóra til þess að þegar til dæmis ráðast er með einhverjum hætti að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, telur hann þá í lagi að við förum bara næsta dag í tölvupóstkerfi borgarinnar, nálgumst sömu netfang og hann nálgast gegnum sitt starf og sendum bara sama hóp, bara kannski tölvupistil þar sem við svörum fyrir okkur. Oft hefur borgarstjóri gengið langt í svona pólitískum meldingum og svona, en hann hefur þó aldrei gengið eins langt eins og hann gerði í þar síðustu viku. Þá er einn borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í viðtali í Fréttablaðinu og bara sama dag og þetta viðtal birtist, þá kemur þessi árás á borgarstjóra og viðkomandi borgarfulltrúa, þar sem hann vægast sagt gerir borgarfulltrúanum upp skoðanir, kýs að túlka málflutning hennar mjög frjálslega og ræðst síðan á fleiri í rauninni í þessum pistli sínum. Og ég verð að segja maður hefur ekki margar fyrirspurnir og athugasemdir í kjölfar þessa pistils. Fólki finnst þetta ekki í lagi. Ég hef heyrt í borgarstarfsmönnum sem gera athugasemdir við það að þeir fái svona pólitíska pistla að senda frá borgarstjóra. Ég hef sagt til borgarstarfsmenn að þú gerðu bara athugasemd við þetta, þú getur sendt borgarstjóra og byrjaði með athugasemd eða bara afskáðið af póstlistanum. En þeir segja nei, ég fer nú ekki að senda mínum yfirmanni póst það að ég vil ekki fá póstur á honum. Og lái þessum starfsmönnum hver sem vill, menn vil ekki senda slíkt skilaboð til sín æðsta yfirmanns og svo heldur ekki þetta neita því að innan eru þarna alls konar upplýsingar sem auðvitað eru alveg við hæfi að borgarstjóri sendi, það sem er svona alveg hlutlaus upplýsingagjöf. En innan eru þarna líka bara pólitískar ávirðingar, þar sem gengi bara mjög langt fram gagnvart samstarfsmönnum í borgarstjórn og raun í landsstjórninni líka. Og ég sé að sumir hér í salnum, þeir kíma og glotta yfir þessum athugasemdum mínum og finnst kannski að hér sé einhver algjör sparratýning að ræða. En gerið ykkur þá í hugalund, borgarfulltrúar góðir,
ef þið bara skiptum nöfn, ef þið skiptum í hlutverkinu, segjum bara að forsætisráðherrann okkar myndi hafa þennan hátt á að hann myndi senda öllum ríkisstarfsmönnum tölvupóst vikulega þar sem hann réðist á borgarstjórnina eða gagnrýndi borgarstjórnina harkalega, þar sem hann veitti alþingismönnum sem styðja ríkisstjórnarnas ekki yfir halningum ýmsum hætti og gerði þeim skoðanir og dragi málflutning þeirra sundur og saman í háði, gegndi þá væri það sami hluturinn. Og eins með okkur borgarfulltrúa sem með minni hluta og kannski styðjum ekki borgarstjórann jafnvel og allir hinnir, að fyrsta borgarstjóri telur það sem sagt sæma embætti sínu að ná í þessi tölvunettföng og senda síðan persónulegan tölvupóst frá eigin nettfangi, það nokkuð að því að við bara náum okkur líka í þessi nettföng, við allir hinnir borgarfulltrúarnir 14 og sendum borgarstarfsmönnum 8.000–9.000 í hverri viku pólitísk skilaboð í þessum tölvupósti. Ég efast nú að svo sé sko. Og þegar maður skoðar þetta mál allt saman og líka þetta sko að safna saman netföngum út í bæ á lista þar sem segir já takk ég vil upplýsingar og borgarstjóra, svo far það bara pólitísk skilaboð frá persónulegu netfangi borgarstjórans Dags B. Eggertssonar og ég held að borgarbúar hafi búist ekkert við því þegar þeir skrifa undir þetta plagg sem þeir auðvitað líta svo á sig frá skrifstofu og borgarstjóra. Og ég held að sé alveg ljóst þegar maður skoðar þetta mál allt í heild sinni að hér borgarstjóri að misnota aðstöðu sína í pólitísku skyni. Hann misnotar aðstöðu sína til þess að safna saman netföngum úr tölvupóstkerfi borgarinnar, til að safna saman netföngum á fundum sem hann kemur á sem borgarstjóri og sendir síðan persónuleg pólitísk skilaboð úr eigin persónulega netfangi. Ég óska eftir að borgarstjóri gefa okkur skýringar á þessu og hætti þessari misnotkun þegar í stað. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir og óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér langar til þess að svara því sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom inn á hér áðan þegar hann sagði að klámvæðing í mötuneyti Ráðhússins hefði verið í fullu umboði forseta borgarstjórnar. Það er rétt að það var umdeild sýning sem hluti af afrekasýningu kvenna hér í Ráðhúsinu í mötuneytinu. Sú sýning var ekkert sérstaklega í umboði forseta borgarstjórnar, heldur forsætisnefndar allrar sem hafði fengið ítrekaðar kynningar frá sýningarstjóra sýningarinnar inn á fundi til sín og engin fulltrúi í forsætisnefnd eða áheyrnarfulltrúi hafði gert athugasemdir við það hvernig sú sýning ætti að fara fram og ítrekað meiri segja fjallað það að forsætisnefnd ætti ekki endilega að hafa skoðun á því hvað færi fram á þessari sýningu og hvernig þetta yrði. Búið var að leggja línurnar og það var sýningarstjórans að klára það. Þegar aftur á móti uppkomu alvarlegar athugasemdir við það að fólk upplifði það sem á þessari sýningu var sem kynferðislega áreitni, að það var brugðist við því með mjög snöðurmannlegum hætti, ákveðið að sýningin væri lokuð þar til að starfsfólk Ráðhússins væri búið að borða og fólk hefði val að fara þarna inn eða ekki. Ég tel þessi viðbrögð hafa verið hárrétt, þetta var allt saman gert í góðu samráði við aðra fulltrúa í forsætisnefnd og algjör óþarfi að vera hér með hæðnistónum það að forseti borgarstjórnar sé að standa fyrir klámvæðingu. Það var síður en svo heldur snerist þessi sýning það að listamenn gerðu upp við klámvætt samfélag. Sýningarstjórinn ákvað þetta ætti erindi við almenning og ekkert við það að athuga frekar að öðru leyti en þau leiðu mistök að þarna upplifðu starfsmenn áreitið sem var ólíðandi og beðist hefur verið velvirðingar á. Það er borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við það að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar. Það er andsvörum lokið og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér hefur verið drepið á ýmislegt úr fundargerðum borgarráðs.
og vil ég reyna að koma inn á það helsta. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir nefndi jafnlaunavottun og tillögu Framsóknar og flugvallavinna hana. Jafnlaunavottun raunar eitt af atriðunum í aðgerðaáætlun gegn kynbundnum launamun eins og hér hefur komið fram og maður hafist handa við það strax fyrir 1. desember þegar að aðgerðaáætlunin var samþykkt, meðal annars í samstarfi við forsætisráðuneytið og það í vinnslu. Það hægt að útvega upplýsingar hvernig þetta verkefni statt inn í borgarráð. Varðandi Secret Solstice tónlistarhátíðina, þá það rétt að 2 ára reynslutími ekki langur og við vorum ekki að samþykkja 5 ára samning, við vorum að fela embættismönnum að ganga til samninga, þannig að var þetta tryggja bæði þeim ákveðin fyrirsjáanleika því að varðandi stóra tónlistarhátíð, nákvæmlega eins og listahátíð, að þá þarf að vita það meir en 1 ár fram í tíman hvort þú að fara að halda hátíð. Það eins og háð ýmsum skilyrðum eins og kemur fram í umsögnum sem að lágu til grundvallar í málinu og þarf að binda þá fyrirvara í samningunum. Þannig að það sé alveg klárt og kvitt að skipulag getur verið áfram að standa sig í að halda hátíðina en ég hef ekkert legið á því þegar einhverju stendur sig vel í að gera eitthvað sem framfyrir borginni að hrósa og ég gerði það í tengslu við síðustu Secret Solstice hátíð og mér líst satt að segja vel á hugmyndir skipuleggjendum að flytja þessu eina helgi. Þá lendir þetta ekki í árekstri við hina fjölmennu útskrift úr Háskóla Íslands. Það hefur líka verið nefnt að fara með hluta af tónleikarhaldinu og meiri hluta af því inn í Laugardalshallirnar og ég held að það sé líka skynsamlegt. Út af hljóðvistinni færa sig aðeins út af íþróttasvæðin inn á bílastæðin og skerma þannig betur frá íbúabyggð og svo framvegis. Ég held að þetta sé verið að sýna ákveðið metnað og borgaryfirvöld eiga að taka því fagnandi og vinna með þessari hátíð þannig að hún geti vaxið og dafnað í borginni. Varðandi grunnlaunin að þá erum við að tala samanburði við almenna markaðin sem ætla sér að vera komið með lægstu laun upp í 300.000 ekki í ár, heldur 2018. Og við höfum talað á þeim nótum í þeirri samningsgerð sem við stöndum í, en það alveg rétt að Reykjavíkurborg og sveitarfélögin eru með töluverðan hóp fólks á lægstu launum. Það hluti af launakerfinu og þennan hóp viljum við hækka í næstu samningum í takt við almenna markaðinn. Það einar rétt að geta þess eins og fram kemur í svarinu að þegar skoðað hvað margir með heildarlaun undir 300.000 að þá fækkar reyndar verulega hópnum. Það eitthvað milli 300 og 400 manns að þessum 1000 sem með heildarlaun undir 300.000 þó ég ætla ekki að gera lítið úr því að það erfitt að láta enda ná saman með það fyrir milli handana. Varðandi leikskólana að þá fannst mér formaður skóla- og frístundar að svara því ágætlega og síðustu varðandi póstsendingarnar þá eiginlega bara allt rétt sem fram kom hjá borgarfulltrúunum að ég hef frá upphafi kjörtímabil sendt reglulega vikupósta Dags Birgisson á borgarstjóra. Ég hef verið að safna netföngum hjá þeim sem vilja skrá sig á ýmsum fundum þar sem ég hef verið. Þetta byggir auðvitað á eldri fyrirmynd frá forvera mínum Jóni Gnarr sem að sendi svona af og til en Hanna Birna Kristjánsdóttir, þáverandi borgarstjóri, sendi svona vikulega. Það var eins og að sendi gegnum tölvupóstkerfi Reykjavíkurborgar og þar með fengu allir þetta hvort sem þeir vildu eða ekki. Ég vildi ekki hafa þetta svona því ég man eftir röddum eins og borgarfulltrúi nefnir að einhverjir funda að þessu að þurfa að fá svona pósta. Þannig að í fyrsta póstinum sem ég sendi í upphafi kjörtímabilsins þá hófst hann svona með leyfi forseta. Kæra samstarfsfólk. Leið og ég þakka fyrir góða kveðju frá fjölmörgum ykkar þá hef ég tekið eftir því að margir kalla eftir því að borgarstjóri miðli upplýsingu reglulega og sé í góðu sambandi við starfsfólk borgarinnar. Það vil ég reyna að gera. Eitt af því sem ég vil prófa að senda vikulega út punta af ýmsu tagi. Ég vona að þetta getur orðið að gagni og hvet ykkur til að benda mér á hvernig hægt að gera betur og þróa hennar miðil því þetta jú tilraun. Einhverju kærir sig kannski ekki að fá póstinn til að mæta því hefur verið búið svo hnútana að hægt að afskrá sig af póstlistanum. Það hægt að gera með því að smetla á hlekk hér að neðan.
og áminningum það að sé hægt að afskrá sig fylgir einmitt hverjum einasta pósti og hefur gert alveg frá upphafi. Og nú kann að vera að það sé alveg rétt hjá borgarfulltrúnum að hann fá einhverja meldingar sem ég fá ekki, að því að fólk kunni ekki við að senda mér einhverja skammir. Ég veit það ekki. Mér finnst fólk nú bara nokkuð opið með sína skoðanir og ég kann að meta og reyna að svara eftir bestu getu. Það vil satt verið að segja enginn skamma mig þó fyrir þennan pistil sem að borgarfulltrúum var að vísa í. En fólk getur alltaf afskráð sig og þannig finnst mér þetta eiga að vera. Fólk getur líka skráð sig fyrir þá borgarfulltrúa sem ekki skráðir á póstlistan eða sakna þess að makar þeirra eða vinir fá ekki póstinn. Þá geta þið farið á Facebook síðuna mína og skráð sig. Ég líka safna vinum þar, ég að safna fylgismönnum á Twitter og Instagram. Ég skráður þar alltaf sem borgarstjóri en ég auðvitað líka persónan Dagur B. Eggertsson. Það voðalega erfitt að gera greinamun þegar svona þáttaka á þessum nýju miðlum annars vegar. Kannski eru tölvupóstfangalistar svolítið gamaldags. Mér fannst bara ágætt að prófa þetta og mér fannst það fínt hjá Hönnu Birnu á sínum tíma. Það örugglega alveg rétt að það eru einhver mörk fyrir því hvernig hægt að nota þetta og ef að fólk vill koma einhverjum ábendingum til mín þá bara að gera það og ég tek því alls ekki illa. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að veita andsvari við ræðu borgarstjóra. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, ég þakka borgarstjóra fyrir svörin og ég skil hann þannig að þetta sé rétt hann sé að senda þetta úr sínu persónulega frá sínu persónulega netfangi. Þetta gaman að vita og spyrja hann að því sko hvað þetta eru margir sem fá þessa tölvupósta senda, bæði sem sagt borgarstarfsmenn og svo fólk sem vinnur ekki á borginni, aðrir borgarbúar. Og það alveg rétt sem hann segir að það þarna alveg skýr möguleiki að fólk geti afskráð sig og ég hef bent borgarstarfsmönnum á það sem hafa kvartað yfir sig við mig en ég hef fengið þau svör á móti bara að þeir leggja ekki í það. Þeim lítist nú ekki á að senda sínum æðsta yfirmanni boð það að þeir vilja ekki fá póstráðunum. Og líka bara vegna þess að innanum þarna upplýsingagjöf sem er bara alveg eðlilega borgarstjóri sendi, allt í lagi, ágætt af allir borgarstar sem vitum. En þeim meira það hrópandi að það skuli síðan vera hann innan bara pólitískur áróður og áróðsir á pólitíska andstæðinga. Það alveg rétt að Hanna Birna Kristjánsdóttir, fyrrverandi borgarstjóri, hún sendi slíka pósta. En ég fullyrði, á þess að það beinlínis frétt í upp, þá fullyrði ég að þar var ekki neinar árósir á pólitíska andstæðinga ræða og ekki bein pólitíki sjálfu sér heldur ég held að hún hafi haldið sér mjög bara við þetta hlutverk upplýsingagjöf á borgarstjóra embætti síns. Upplýsingar sem voru bara heldur mestan part ef ekki alveg óumdeildar. Það hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að veita andsvar við ræðu borgarstjóra og svara borgarstjóra andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta póstforrit með þeim töfrum gætt að það getur sagt manni að þeir sem hafa skráð sig sjálfur inn hvað margir opna og svo framvegis og það er svona meðaltali ágætt eða svona kringu 25% af frjálsa póstlistanum en já. Ég man nú ekki hvað eru margir skráður á þann póstlista en tölvupóstlistin hjá borginni eða tölvukerfi þar verst öllum slíkum athugunum. Þannig að það kemur alltaf fram að það sé 0,0% sem opna tölvupóstir sem ég sendi þá á netföngin sem upprunalega voru netföng þá starfsfólks borgarinnar. Hins vegar eru margir sem hafa bent mér á það að líklega er ég skráður sem Dagur @ Reykjavík, Dagur B. Eggertsson @ Reykjavík og jáfnvel Dagur Eggertsson @ Reykjavík. Þannig að engin leið heldur að vita nákvæmlega hvað eru margir borgarstarfsmenn þó að ég held að sé rétt hjá borgarfulltrúunum að það séu kannski 9.000 netföng skráð en á bakvið það er miklu færra fólk. Miklu færra fólk vegna þess að margir eru margskráðir og fá þessna mörg eintök af svona póstum.
þeir fara út hvort sem er í eins og í borgarstjóratíð Hönnu Birnu Kristjánsdóttur eða þá þetta upprunalega en þessi postforrit hreinsa þetta upp að þeir eru blokkara, það eru svona síum ef það er mikið spam en ég kann ekki allt töfra heima þessara forrita nema þau eru að reyna að trufla fólk eins lítið þau geta og en allavega kunna ýmsir að meta þetta og það eru ekkert mjög margir sem skammar mig. Líklega afskráði þessi bara af listanum í staðinn. Þá er borgarstjóri lokið við það að svara ansvari og þá telst ansvörum lokið og þá er borgarfulltrúi Guðfinna Guðmundsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, ég kem upp undir fundargerð borgarráðs frá 1. október 31. lið varðandi leikskólana. Mér fannst ekki alveg koma nógu skýrt fram í svari borgarfulltrúa Skúla Helgasonar hér áðan. Mér fannst hann aðallega vera að ræða leikskólapláss sem ætti að brúa bilið en eins og ég skil þetta mál samanber svar sem var lagt fram í skóla- og frístundaráði einhvern tímann í september vegna fyrirspurnar fulltrúa Framsóknar og flugvallarvina í skóla- og frístundaráði að þá hafi komið fram að það séu í rauninni 60 laus pláss í dag sem ekki er verið að nýta af því það er ekki til peningur hjá borginni. Hvort að það sé ekki rétt að það sé í rauninni ástæðan að það séu 6 pláss sem eru voru laus í byrjun september vegna barna sem að börn fædd í mars 2014 gátu ekki nýtt af því að það eru ekki til peningar hjá borginni fyrir þessu 60 plássum, hvort að það sé ekki, hvort að formaður skóla- og frístundaráðs standi ekki ennþá við þetta svar sem hann gaf á fundi skóla- og frístundaráðs að það sé ástæðan fyrir því að ekki sé verið að nýta þessi 60 pláss sem peningaleysi. Annað sem hvort það er ekki rétt muna hjá mér, að núna þessu ári í fjárhagsáætluninni þá hafi, og ætti að vera með við bókun okkar Framsóknar flugvallarvinna í borgarráðandi þessu 31. lið, að það hefði verið notaðar 100 milljónir þetta árið til þess að lækka námsgjaldið á leikskólum borgarinnar en eins og við vitum að þá skiptist leikskólagjaldið í tvennt, þar að segja námsgjald og fæðisgjald. Fæðisgjaldið hækkaði í rauninni á þessu ári en námsgjaldið lækkaði en þá samtals var það þó þannig að leikskólagjöldin í heild lækkuðu og til dæmis lækkuðu þau 860 krónur á mánuði fyrir hjón fyrir 8 klukkustundir og 220 krónur fyrir 8 klukkustundir hjá einstæðum foreldrum. Fóru þessar 100 milljónir eingöngu í þessa lækkun á leikskólagjöldunum sem að þýðir það að ekki eru til 42 milljónir til þess að taka inn börn í ágúst-september fyrir þessi 60 pláss og vænti þess að borgarfulltrúi Skúli Helgason veiti mér betri upplýsingar þetta. Þá var borgarfulltrúi Guðfinna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Skúli Helgason veitir ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Það er rétt sem að kemur fram í máli borgarfulltrúa að það eru ákveðin pláss sem eru laus núna í fermetrum talið, ef svo má segja, inn á leikskólum borgarinnar og það þarf að, til þess að fylla þau pláss þarf að vera til fjármagn til þess að borga starfsfólki fyrir að annast þessi börn og þá fer það eftir því á hvaða aldri börnin koma inn í þessi pláss hver kostnaðurinn er. Þannig að það er erfitt að festa fingur á það fyrirfram nákvæmlega hver talan er en ef við gefum okkur að öll þau börn sem að kæmu inn í leikskólana í þessi lausu pláss væru
segjum fædd í mars 2014, að þá væri kostnaðurinn mestur fyrir þann hóp því að það þarf flesta starfsmenn til þess að sinna yngstu börnunum. Varðandi síðari hlutana þá er það rétt að það voru 100 milljónir settar á þessu ári að lækka leikskólagjöldin og það var útfært með þessum hætti að það kemur til lækkunar á námsgjöldunum og þeir fjármunir hafa eingöngu farið í að lækka námsgjöldin sem þessu nemur. Og síðan er spurningin með útfærsluna í framhaldinu á því. Þá er borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við það að veita andsvar og telst andsvörum lokið og þá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti og góði borgarfulltrúar. Þessar umræður hafa nú spunnist í ýmsar áttir og þegar að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon var að ræða hér áðan þau mál sem hann kom inn á, þá svaraði forseti borgarstjórnar, Sóley Tómasdóttir honum, varðandi svokallaða klámsýningu í mötuneytinu og vísaði til þess að forsætisnefnd hefði lagt blessun sína yfir þessa sýningu eða þessar sýningar. Og það er auðvitað alveg rétt að fyrir forsætisnefnd var það lagt bæði áætlun, þess að forsætisnefnd hefur 15 milljónir til ráðstöfunar varðandi það að halda upp á 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna, enda full ástæða til þess að gera það vel og ég tel að margt sé bara mjög vel gert í því og við stefnum á það að halda 100 viðburði á þessu ári. Það er kannski ekki umfjöllunarefni hér, heldur það að forseti borgarstjórnar Sóley Tómasdóttir sagði að forsætisnefnd hefði verið fullkunnugt eða ég skildi hana þannig, hefði verið fullkunnugt hvernig að þessari sýningu er í staðið. Ég verð að segja fyrir mitt leyti sem er svo kallar áheyrnarfulltrúi forsætisnefnd, ég vissi ekki hvernig þessi sýning er útfærð, hvorki inn í mötunautinu á einhverjum sjónvarpsskjám, né heldur bara sýningin í Ráðhúsinu bara yfirleitt. Þannig að ég hafna því að ég hafi vitað það nákvæmlega hvers konar sjónvarpsefni eða hvers konar vídeóefni yrði þarna í boði. Ég vissi það ekki neitt. Og kann það að vera vegna þess að ég hef ekki fylgst nógu vel með í forsætisnefnd, það verður þá svo að vera. En ég vissi heldur ekkert hvernig sýningin yrði sett upp í salnum sjálfum. Þetta er bara eitthvað sem okkar fagfólk gerði. Það var bara ákveðið að setja upp sýningu til þess að afreka sýningu kvenna. Og það var ráðinn sýningastjóri og það eru listamenn sem koma að þessu og slíkt. Þannig að ég hafna því að við höfum vita nákvæmlega hvernig það væri gert. Við hins vegar ákváðum að vera ekkert að gera stór mál úr þessu vegna þess að það var brugðist strax við. Og eins og forseti borgarstjórnar sagði hér áðan, að það var brugðist strax við og sýningin tekið niður það tíma sem að fólk var að borða. Enda loksins þegar ég sá þetta, sem er nú ekkert langt síðan, þá þetta var alveg full ástæða til að gera það. Eftir á að hyggja fyrir þá sem að setja upp sýninguna, hvort sem það var sýningastjóri og eða listamenn, það átti það bara ekki heima í þessu rými og ekki í þessu rými á þessum tíma. Ég heldur nú koma þessu á framfæri. Svo bara langar mig til þess að fara inn á borgarráðsfundargerðina 1. október 31. liðin, þar sem var verið að tala um leikskólagjöldin. Og það verður að segjast alveg eins og að ég er algjörlega sannfærður um það að foreldrar í borginni myndu miklu frekar vilja að það væri veitt aðeins betri þjónusta í leikskólanum og þessi 60 börn væri semst fengið þjónustu og getur komist inn í leikskólana heldur en að sjá einhverja 220 krónur lækkun á mánuði eða þó það sé 800 krónur lækkun á mánuði á gjöldunum. Það er bara ekki nokkur vafi í mínum huga og þetta hafa reynda mjög margir foreldrar sagt við mig. Og þannig að það að vera að setja þessar 100 milljónir sem voru setta síðast í það að lækka leikskólagjöldin, þetta er ekkert að hjálpa. Þannig að ég tel að meirihlutin eigi að endurskoða þetta og það væri næra að hækka leikskólagjöldin aðeins og geta veitt betri þjónustu. Það væri miklu betri stefna. Þá
Þá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það kann að hafa misskilist að ég hafi ætlað borgarfulltrúa Halldóri Halldórsssyni að vita nákvæmlega hvernig efni sýningarinnar væri. Það var alls ekki þannig og ekkert okkar vissi hvernig þessi sýning yrði. Enda var, eins og ég sagði í ræðu minni, ráðinn hér sýningarstjóri til þess að útfæra sýninguna. Það sem við gerðum var að búa til grófan ramma og sýningarstjóranum treyst fyrir þessu. Sýningarstjórinn kom inn á 2 fundi forsætisnefndar til þess að greina frá undirbúningi, en eðli málsins samkvæmt að þá voru við ekki að setja okkur inn í nákvæma dítelja og vissum ekki hvað í mötuneytinu eða annar staðar í húsinu. Fyrst ég komin í andsvar við borgarfulltrúana, þá langar mér nú líka til þess að koma aðeins inn á þessi stóra leikskólamáli, að því að minnihlutanum hér tamt að einhvern veginn setja þetta upp sem einhverja afarkosti, að það sé annað hvort séu börn tekin fyrir inn á leikskóla eða að leikskólagjöldin séu lækkuð. Það eins og borgarsjóður sé 200 milljónir. Borgarsjóður engar 200 milljónir, hann 80 og eitthvað milljarðar og það að þessum 200 milljónum verði varið með einhverjum ákveðnum hætti þýðir ekki að það sé ekki hægt að verja einhverjum öðrum peningum með öðrum hætti. Þannig að borgarfulltrúar minnihlutans ættu að geta, ef að þeir vilja, lagt til fjármögnun á þessu með hvaða hætti sem en að stilla þessu upp svona einhvern veginn sem einu mögulegu valkostanum finnst mér mjög mikil einföldun á því hvernig við rekum hérna heilt borgarkerfi. Og sjálfsagt og eðlilegt að við skoðum það að bæði lækka gjaldskrárnar og að taka inn börn hérna fyrr. Það eru ýmsar leiðir mögulegar til þess, en í þessu erum við bara að vinna þessa dagana og borgarfulltrúar minnihlutans væntanlega líka að gera með einhverjum hætti drög að fjárhagsáætlun fyrir næsta ára og við skulum bara sjá hvað kemur út af því. Það er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að veita andsvar, þá telst andsvörum lokið og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, nei, hann hættu við. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson síðastur á mælendaskrá. Forseti, ég vil bara aðeins get ekki alveg sleppt þessari umræðu svona varðandi útsenda póst til starfsmanna og þeirra annarra sem að vilja fá slíkan póst frá borgarstjóranum í Reykjavík. Borgarstjóri svaraði nefnilega orðum borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar með svona þeim hætti, jú, þetta væri nú alveg rétt, hann verið að senda út slíkan póst, bara allt saman satt og rétt. Og jú, það væri nú einhverjum mörk svona kannski sem að hægt var að finna við því hversu langt maður gangi að senda til fólks einhver pólitísk skilaboð. Ég bara óska eftir því að borgarstjóri ræði þetta tiltekna bréf að meiri nákvæmni og meiri einurð heldur hann gerir hér. Þarna raunverulega að fara í háðslegum orðum eins og kemur fram í bókun okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í borgarráði einn atvinnurekanda hér í borg. Það farið út í pólitíska umræðu og sérstaklega tilnefndur einn borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Það sem að borgarstjóri segir ég nú akkurat í stjórnmálum að því ég algjörlega ósammála þessum borgarfulltrúa. Og síðan kallað eftir skoðunum Sjálfstæðisflokksins. Það fínt að kalla eftir skoðunum Sjálfstæðisflokksins í bréfi sem sendt til 9.000 manns, en Sjálfstæðisflokkurinn hefur engan aðgang að þessu bréfi. Hann getur ekki svara fyrir það þó að borgarstjóri sé að kalla eftir því. Þannig að ágæti borgarstjóri, nú komið að borgarstjóranum að sýna þá hvað í honum býr. Við erum alveg tilbúin til að svara þessu bréfi og svara því sem framkemur í bréfinu bara með sama hætti og við skulum bara fá þá ákveðin kafla í þeim bréfum sem sendur vikulega út til borgarstarfsmanna þar sem við gerum grein fyrir okkur sjónarmiðum ef þetta á að vera svona og með þessum hætti. Ég bara óska eftir því að borgarstjóri tali hér efnislega það hvernig hann kom fram í þessu bréfi og hvernig hann, eins og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon segir, misnotar sér þá aðstöðu sína, þá aðkomu sína að tölvupóstfengum starfsmanna borgarinnar og þeirra annarra sem hafa verið að skrá sig þarna niður. Því að svona að mínu viti hrein og klár misnotkun. Ég skal nú ekki kalla þetta spillingu, en mér finnst þetta nú samt sem áður að fara í þá áttina takk. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá er borgarstjóri óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans.
Takk fyrir kærlega. Þetta er önnur leið til þess að nálgast þetta mál. Að hvort það eigi að leyfa andsvör á þessum miðli. Og mér hafði svo sem ekki dottið það í hug áður, en það má þó segja að þennan dag sem verið að vísa til þá vorum við, ég og Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi, í svörum og andsvörum á skyldum miðli sem er Facebook og vorum einmitt að ræða þetta viðtal við hana og held ég 1, 2, 3 færslum á báða bóga og af þessu birtust fréttir í fjölmiðlum, þannig að svör allavega eins borgarfulltrúa við þessu birtust nú nokkuð víða. Ég held að það sé nú svolítið ómælt að það hafi verið farið háðulegum orðum fjarstætt fólk eða rekstraraðila utan úr bæ. Það sem segir þarna er væntanlega verið að vísa til þess sem segir Ásdísi Höllu Bragadóttur, forstjóra Sinnum, sem reyndar gaf frá sér yfirlýsingu þar sem hún sagðist vera sammála mér ákveðna þætti, þó hún væri ósammála mér aðra. En það sem segir í þessum pósti er Ásdís Halla Bragadóttir, forstjóri Sinnum, hafi boðað svipaða sýn á ársfundi Samtaka atvinnulífsins fyrir 2 árum og horfði til Albaníu, þar sem hægt væri að kaupa brons, silfur eða gullpakka þegar kona kæmi inn á spítala til fæðingar. Og ég seti í svig að ég er ekki að skálda þetta hennar dæmi. Það er væntanlega þetta sem er álitið henni til háðungar. En ég vildi, auðvitað er þetta ákveðin svona stílfæring, en ég vildi samt sem áður setja þetta þarna inn vegna þess að þannig að fólk vissi að ég væri ekki að bulla og ég vísa á sem sagt kynningun hennar sem hún, að því að þetta var alveg heilmikill fyrirlestur með slæðum inn á ársfundi Samtaka atvinnulífsins. Og í mínum huga er þetta bara heilmikil umræða og þetta er ekki fullkomið vettvangur til að taka hana. Við getum tekið hana gjarnan hér í sal borgarstjórnar, hvenær einkarekstur á við og hvenær ekki, og ég er algjörlega tilbúin til þess. En að lokum vil ég bara lýsa því yfir að það er allavega ánægilegt að þessi umræða var til þess að Halldór Halldórsson borgarfulltrúi gerðist follower minn á Twitter undir henni að því ég var að nefna ég var að safna followerum þar. Það er borgarstjóri lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Má það sko tilkynning? Forseti, ég veit ekki hvort ég á að þakka borgarstjóra fyrir að láta svo lítið að svara minni gagnrýni á það hvernig hann nálgast það að gagnrýna fólk í miðlum sem að það hefur ekki aðgang að. Ég sé bara ekki votta fyrir því að borgarstjóri finnist þetta heldur langt gengið. Ekki einu sinni sko heldur langt gengið. Mér finnst þetta náttúrulega alltaf langt gengið. Mér finnst þetta að vera ósmekklegt, svo ég segi nú ekki meira, og væri þá hægt að velja þessu önnur orð. En að borgarstjóri kemur enn einu sinni upp og svona, já, fram og tilbaka, hér og þar, út og suður, upp og niður. En ég er bara óskapti því að borgarstjóri fari og segja okkur hér hvort honum finnist þetta virkilega tilhlýðilegt og hann svari þeim fullyrðingum okkar hér að þetta sé ósmekklegt og þetta sé misnotkun. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við það að svara andsvari. Þá veitir borgarstjóri andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það sem við erum að ræða hér eru hugmyndir einkarekstur þar sem að sumir geta borgað aukalega fyrir að fá aukna þjónustu. Það snerist viðtalið, það snerist þessi pistill, það snerist kynning Ásdísar Höllu Bragadóttur, forstjóra Sinnum á ársfundi Samtaka atvinnulífsins. Ég held að það sé ekki harkalega árás að gera athugasemdir við þessa skoðun eða lyfta henni upp. Það var beinlínis verið að setja hana fram í forsíðuviðtali Fréttablaðsins, væntanlega til að koma hana á framfæri. Og ég var bara að spurja því hvort þetta væri stefna borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins og ég var að gera það í opinberri umræðu á öllum miðlum, meðal annars þessum. Og þetta er umræðan þá sem við eigum að taka. Hvort að það sé langt gengið, já, mér finnst rosalega langt gengið að boða það að ekki bara taka upp einkarekstur í velferðarkerfinu heldur að fólk geti borga aukalega fyrir að fá auka þjónustu. Mér finnst það mjög langt gengið, en er það langt gengið að taka þátt í umræðu það hvort það sé gott fyrirkomulag
Nei, mér finnst það ekki. Það er borgarstjóri lokið við það að svara andsvari. Þá veitir andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Forseti, já, þetta sko, þannig erfitt að ræða þetta bara svona teflon, sko. Við veitum hvernig teflon er, það festast ekkert við það. Og það er alveg saman hvernig ég endurtek þetta, það er aldrei raunverulega rætt það sem ég er að tala um. Heldur verið að tala um þá umræðu sem að borgarstjóri tóku upp á þessum vettvangi, sem er ágætis umræða, sko, það er enginn að tala um það. Við getum ekki, borgarstjórunum leyfist ekki að taka upp þá umræðu sem hann gerir, sama hvað umræða er, sko, sama hversu merkileg og ágætun er. Honum leyfist ekki að nýta sér aðstöðu sína með þessum hætti, því það er ekki verið að nýta aðstöðu, heldur verið að misnota aðstöðu. Og það er punkturinn á hlíti borgarstjóri, en ekki það hvort þessi umræða sem þarna var tekin upp eigi rétt á sér. Það er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við það að svara andsvari öðru sinni, afsakið, og þá telst andsvörum lokið og þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Borgarstjóri og borgarfulltrúar. Mér langar nú að blanda mér í þessa umræðu þar sem að ég nú sá borgarfulltrúi sem var nefndur þarna í póstinu. En mér fannst þetta persónulega algjörlega fáránlegt, svo ég segi bara alveg hreint út. Þarna er verið að ljúga, það er beinlínis verið að ljúga upp á mig, einhverjum skoðunum. Það er öllum ljóst sem að hlusta á viðtalið og lesa svo póstinn frá Degi Bjarkisinni borgarstjóra að þetta stemmir ekki. Og mér finnst það ekki sæmandi borgarstjóra að senda svona út. Mér finnst það bara ekki sæmandi. Hann heldur því hér blákalt fram að ég hafi verið að boða það að þjónusta verði takmörkuð. Hann veit að fullvel sjálfur það er ekki rétt. Veist að fullvel sjálfur er ekki rétt. Við erum búin að senda inn ítarlega fyrirspurn inn í stjórnkerfis- og lýðræðisráð sem við ætlumst til að fá svör við. Ég held að þetta sé verið bæði að fara yfir öll svona, það er verið að fara yfir öll mörk í umræðinni og verið að misnota sér lista af starfsfólki sem að einhvern veginn kom í arf með embættinu og þarna er verið að þarna er eitthvað gruggugt að ferð, svo ég segi mér. Það var borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Guðfinna Guðmundsdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, borgarfulltrúar, ég tek undir með borgarfulltrúa Áslaugu Friðriksdóttur að þetta er auðvitað fáránlegt. Auðvitað á borgarstjóri ekkert að vera að senda svona pósta á starfsmenn borgarinnar. Hann getur sett þetta sem Facebook-síðu og Twitter eða hvar sem er. Þetta er ekki borgarstjóra sæmandi að vera að senda einhverja persónulega pósta það hvaða góðu túlkun hann leggur út frá orðum borgarfulltrúa á starfsmenn borgarinnar. Ég var mjög hneyksluð þegar ég sá þetta og ég bara trúi því ekki að borgarstjóra finnist þetta eðlilegt. Ég ætla að vona það að svona verði ekki þessi sjálfsáttíðar pistlar hans hér eftir. Það var borgarfulltrúi Guðfinna Guðmundsdóttir lokið við það að veita andsvar og þá telst andsvari lokið og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon síðastur á mælendaskrá undir þessum lið. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarstjóra fyrir þau svör sem hann hefur gefið. Það er alveg að svörin hefur ekki verið mjög skýr og undan sumum spurningum hefur hann kosið að svara ekki. En það er þá alveg skýrt að með þessum málflutningi er hann að segja okkur að hann telli sig ekki þurfa að byrjast afsökunar á neinu. Þáttur að ég held að það sé mjög skýrt að hann hafi verið að misnota afstöðu sinni í pólitísku skyni. Hann gerir ekki greinamun annars vegar á embætti borgarstjóra og stjórnmálamanninn Degi Bjarkisinni hins vegar. Þetta er eitt af fyrsta sem allir borgarstjórar hafa þurft að átta sig á.
að það ekki alveg sami hluturinn borgarstjóra embættið og svo persóna sem gegnir þessu mikilvæga embætti. Borgarstjóri hefur oftast verið hér í Reykjavík, mjög öflugur pólitíkus, og ekki ætla að taka það að Degi Bjarnhérsson, hann mjög öflugur pólitíkus, stjórnmálamaður. En hann líka æðsti embættismaður borgarinnar og verður sem æðsti embættismaður að haga sem slíkur. Til dæmis að veita öllum borgarfulltrúum hvað sem í flokki sem eru ákveðnar upplýsingar og reyna að geta jafnræðisvarandi ýmsa hluti sem kannski aðrir pólitíkusar þurfa ekki að gera því að þeir eru ekki embættismenn. Þetta er vandi fylgir vegsemd hverri. Þetta er sennilega einn helsti vandi við að gegna þessu mikilvæga embætti en ýmsum og mörgum borgarstjórum hefur þó tekist það vel. Það hvernig borgarstjóri svarar því í kvöld sýnir mér að hann virðist ekki alveg átta sig á þessu og hann ver þessa gjörðir sína sem sýnir mér held ég að honum finnst þetta bara allt í lagi að hann sem borgarstjóri eða hann noti starf sitt sem borgarstjóri til að safna saman netföngum, fara í netfangalista borgarinnar, taka þar netföng bara 1000 saman, fara á fund út í bæ sem borgarstjóri, láta þar ganga lista sem ástendur, já takk, ég vil fá upplýsingar frá hérna skrifstofu, upplýsingar frá borgarstjóra og þetta safnar öllum sem netföngum saman, setur þau inn á sinn persónlega lista Dags Bjarnhérssonar og sendir þetta sem dagur.is eða sendir þetta sem persónulega frá sér. Og mér finnst þetta bara alls ekki í lagi og þess vegna þörf til að fjalla þetta hér. En ég heyri ekki betur en að Degi Bjarnhérssyni borgarstjóra finnst þetta í lagi og því langum til að spyrja hann hvernig myndi hann sem borgarstjóri bregðast við ef við í minnihlutanum við myndum fara inn á netfangalista borgarstarfsmanna og sanka þar að okkur mörg þúsund netföngum og fara að senda þessum borgarstarfsmönnum sem sagt tölvupóst bara í nafni okkar flokka eða nafni einstakara borgarfulltrúa. Finnst honum það líka í lagi? Og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon loki máli sínu. Það hafa ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið. Við göngum í 7. mál, leggjum frá fundargerð